Góðan daginn vlog! Það ekkert eðlilega sumarlegt úti en það samt alveg smá kalt. Það ógeðslega fallegt og ég vaknaði held 5:30 í morgun til að pissa og þá var orðið bjart úti og ég var í sjokki. Ég vissi ekki að það var orðið bjart svona snemma. Það laugardagur og ég á leiðinni í vinnuna. Gerist ekki oft. Marsmánuður var ekkert eðlilega dýr á heimilinu þannig að við erum svolítið svona reyna að vinna auka núna í apríl og ég ætla að fara að taka 2 kúrna, eina klukkan 9 og eina klukkan 11. Ég ætti að vera klára bara í hádeginu en ég málaði mig, fór samt í algjöru hauga outfiti að því þar síðan, þú veist, hvað sem ég ger í dag, ég þarf að fara að koma heim og sækja strákana þannig að ég alltaf tilbúin í andlitinu en get skipt föt og fara aðeins skvísulegur föt restum af deginum. Mér líður smá eins og apríl, þú veist, ég þurfa að nýta mér bara að vinna að því mér líður svo vel. Svo ég ógeðslega heppin að mér líður bara sjúklega vel í líkamanum. Ég kom inn 24,5 viku og já, þannig þú veist, ég veit aldrei hvort að í næsta mánuði þurfi ég hægt að taka auka eða það minnka við mig að hvernig sem það verður. Þannig að ég langar smá að taka crazy vinnumánuð, svona eins og ég get til að safna. Ég er eðlilega spennt fyrir orlofinni, ég bara svona, ég sé þetta svo fyrir mér. Veit ég hvort ég hef sagt þetta, mér langaði ekkert að verða ólétt strax. Ég var alveg lengi með það huga að fara, Ólafur bara einkabarn og því ég var bara, hann komin svo þægilegan aldur og bara ég að fara aftur í ungbarnapakkann og eitthvað svona. Ég ekkert búin að vera með neitt svona baby fever en ég var með orlofsfever og mér bara svona, ég basically kreifaði tíman sem ég var með Ólafur í orlofi aftur, ekki það ég var valla í orlofi en bara svona tíman sem hann var lítill og maður var mikið heima með hann og maður var bara einhvern veginn í göngutúrum og leika við hann og rútínan hans. Já, ég fekk algjör svona, ég bara svona elska að romantisa þessu orlofið. Fá með kaffi, ég svo spennt að fá með kaffi. Engar águr, ég kom með baby fever núna. Ég mjög spennt fyrir þessu barni. Ok, that's it, fyrir vinnuna. Ég mætt niður í vinnu og það þarf kóða til að opna hurðina, þú veist, ef maður mætir á ákveðnum tíma. Ok, nice, þessi er opinn. Það búið að vera svo mikið vesen með þessa hurð. Og leigusalinn, lætur mann aldrei vita að, þú veist, hann greinilega breytti pinn daginn og hann lét ekki vita. Þannig ég mætti daginn og reyndi að gera gamla pinnið og hann svaraði ekki þegar ég spurði hvort það verið komið nýtt pinn fyrir en bara 5 tímum seinna eða eitthvað. En sem betur var þessi hurð líka opinn þá. Og núna var ég að reyna að opna með nýja góðanum. Það virkaði ekki. Ég taka þessa hurð úr lás, svo konur minni komist inn og fara að vinna. Fyrsta er búin og það alveg hálftími í næstu. Ég var aðeins fljótari en ég hélt með þessa og svo var ég búin að bóka með einhverja kortispásu til að borða. Ég er ógeðslega svöng. En erum við eitthvað að ræða þetta veður? Sérstaklega eftir þetta stormasísón En það á að vera skýjað eftir hádegi. Ég sé það ekki alveg fyrir mér því það svo bara ógeðslega heiðskýrt. En við erum að pæla í að fara í húsdregarðinn þegar ég kem heim, þannig að ég vona að það verði sól. Ok, ég vissi ekki að skálinn væri opinn í dag, mér leiði svona væri lokað helgar. Þetta var alltaf kreifið mitt í nokkra vikur. Ég er ekki búin að vera með neinn kreifings núna svona sensta mánuð eða 1,5 mánuð jafnvel. En ég var með svo mikið kreifings í desember og janúar og februar og þetta var eitt af þeim. Mér finnst alveg næs að koma að vinna þegar það er svona gott veður. Þess að ég veit að þá vill maður vera úti en það bara svona gerir daginn einhvern veginn ekki af þreyttan og síðan veit ég bara að ég er að fara að gera skemmtilegt bráðum af því ég er búin snemma. Skemmtilega bók sem þú fannst. Skál. Nei, YouTube. Óli að pranka Brynjar. Árekstur! Það fyndið? Ég fekk mér... Nei takk! Ég fekk mér avokadótoast og Brynjar fekk sér parmatóst. Ég fekk gamlega sem þú, Ólífi. Gera skál! Skál!
Ásta mætt. Það mjög kalt núna. Kaldur vetur og sólin aðeins að minnka. En við erum aðeins að leika. Í matinn í kvöld Sloppy Joe. Þessi vegan. Þessi kjöt. Þetta minnir mig bara á It Takes Two myndina. Mér fannst þetta svo gyrnilegt í henni. Good. Hvað veikst þú að diskið þinn? Hamburger. Og hvað er þetta? Kartöflusnarr. Kartöflusnarr og Spaghetti. Ok, ég var að klára kvöldþrifin. Ekkert alveg næs að vera búin að því. Ég er búin að vera svoleitt í kvöld eftir ég kom heim. Ég er búin að vera úti í allan dag. Ok, áður en ég þríf mig eitthvað að mér, þá verði ég að sýna ykkur hérna. Sjáðu augabrúnirnar mínar. Þær eru búin að haldast alveg eins síðan ég gerði make-upið mitt klukkan 8 í morgun. Þetta er þessi hér, NYX Super eitthvað bráglú sem ég var að kaupa í seinasta vídeói. Þannig núna er ég búin að vera að prófa þetta í eina hálfa viku örugglega, ég veit ekki alveg, viku? Nei, eina hálfa viku. Og bara, það er bara að haldast alveg eins allan daginn og því ég sagði sko í seinasta vídeói að first impression þá fannst mér að byrja að flagna kvöldið að það gerðist bara einu sinni. Haggast ekki í vindi, ég fór í sund daginn og mér fannst það bara ekki breytast neitt eða ég klæði mig þú veist í föt og það bara ekki spons, bara real review af vörunni. Ég er að reyna að koma þessu inn í rútínuna mína aftur þannig ég byrja að þú veist hreinsa mér andlitið með þessu. Set síðan smá svona olíupensi og nota þú veist og það er betra að gera þetta með olíu framan í sér og rennur það meira af því að maður er náttúrulega preggo og þú veist andlitið verður oft mjög bjúað og bara fær meiri fitu framan í sig á þessum tíma. Þannig að ég ætla að reyna að vera dugleg að sculpt my face. En Brynjar fór til vina síns að horfa á körfuboltaleik. Tilviljun að ég sé í Tindastólsbálnum hans, hann er að horfa á Tindastólkeppa. Oliver er búinn að vera í bara cozy kvöldi, sensta klukkutíman, horfa upp í rúmi með snakk og brúsa sinn. Mér finnst það svo sætt. Ég elska að gera bara svona cozy time fyrir hann af því ég var algjört cozy time barn. Ég bara, uppáhaldsminningarnar mínar eru ángriðs bara cozy kvöld með foreldrum mínum eða bara eitthvað heima á ömmu minni eða eitthvað. Þannig að ég setti bara í mig nýja Gugga og Patta þáttinn og tók alþrif. Ég get ekki laðið til nema ég sé með eitthvað í eyrunum sko. En ég er síðan bara að fara að svæfa Oliver og þegar hann sofnar ætla ég bara detta í cozy upp í sófa. Ég setti inn spurningabox áðan baby eða meðgöngu tengdar spurningar frá ykkur og ég kom með nokkrar en ég ætla að bíða þangað til á morgun sjá hvort ég fái fleiri og svara þeim svo. Þannig að já. Ég ekki bara að sjást á morgun. Góða nótt. Góðan daginn. Sól og blíða á þessum sunnudegi. Ég og Oliver erum á leiðin á Brygg í Hafnarfirði að hitta Ástu og pappa í mat. Brynjar ætlar ekki með af því hann fór í sund og veit ekki hvort hann þurfi eitthvað að læra í dag en við ætlum allavega að fara að hitta þau. Það var mjög erfitt fyrir okkur að finna hvar við ætlum að fara að borða. Ég var kannski smá erfitt. Ég er ekki má. Hvað má ég ekki? Þú má ekki fara pappa. Pappa ætlar ekki að koma með Ástu mín. Þú má ekki fara pappastól. Má ég ekki keyra í pappastól? Þetta bílstjóri sæti pappastól. Passenger princess. Ég er ekki pappi. Ég ætla að keyra í dag. Já, ég er yfirleitt sko ekki mikil svona, veist, ég hata að borða eitthvað svona heavy í hádeginu. Ég vil yfirleitt fara bara eitthvað bakar í Brygg
smoothie, salat, eitthvað svona létt. Við ákveðum að fara á Brygg, kemur ekki á óvart, það mjög mikill okkar staður. Þannig já, við ætlum alltaf að fara að hitta þau þar. Já, viltu að ég skeri þetta? Nei, ég. Þú byrjuð þess að halda það hér, svona. Svona. A piedi, quindi di corsa sono 3 km. Hvernig það skerir ykkur með það? Pabbi og Ásta fengu sér avokadobrauðið. Hvað finnst þú þér? Þetta er ostaslaupið og snúð. Já, og líka svona. Og líka svona. Ancora di più fino a un tasso percentuale. Við erum komin heim og ég er að gera hádegismat fyrir Brynjar. Þetta eru afgangar frá Sloppy Joe's. Það er ógeðslega gott að setja það í pítubrauð og þá setja ég bara smá ost og set síðan Sloppy Joe kjötið onni og borða með pítsósu. Eða hann. Svona nýtum við afganga. Þetta með hvað er búin að teikna. Og ég er á marga kalla. Já, ég fyrir ég á vantaði nýtt blað. Þetta er kona á sófanu. Hann er kona í sófanum og hver er þetta? Og kalli sófanu. Og hver er þetta? Kalli sófanu. Og hver er þetta? Kona á sófanu. Og hvað er þetta að gera næst? Anna kona á sófanu. Erum bara allir í sófanum. Fyrir eftir að borða hádegismat sinn og Óli er alltaf að leta hans og sé allir við göngutúr. Ég labba alveg frekar hægt. Það er alltaf þegar ég fyrir að labba það fæ ég stingi maðan. Mér Brynjar labbar aðeins hraðar en ég. Fyrsta rólóstoppið var tekið eftir bara 800 metra. Brynjar er aðeins að taka á sig að leika við hann. Ég er að hvíla mig. Hann má alveg ekki labba fram hér róló á þess að hann vilji. Hann er alveg góður í göngutúrum en hann vill, ef hann sé róló þá vill hann fara í róló. Þannig að við ætlum aðeins að leika hér og reyna svo að taka ykkur á gönguleið sem eru engin rólóar. Svo gula er hér að gæjast. Fæ svona, þetta heitir liðbandsverkir eða eitthvað. Ligament pain á ensku. Það sem ég fæ basically bara eins og geðt mikinn hlaupasting í kúluna. Þetta er ekki hlaupastingur en þetta er mjög svipuð tilfinning, bara svona stingur og þetta er ógeðslega óþægilegt. En þá þarf ég bara að labba hægt. Ég veit ekki á hverju, mér finnst svo fyndið að sjá Brynjar renna sér. Sérstaklega út af það er svona stöng, annars sem maður þarf að fara undir. Við tókum 2,6 km göngutúr. Ég hefði alveg verið til í lengri en það var komið svolítið mikill mótundur á okkur sem var alveg pirrandi. En það er svona 1,5 tími síðan við komum inn og Óli er bara búinn að vera horfa á frú Kristín og Stubbana og ég er búinn að hlusta á Justin Bieber og horfa á Biebercella-vídeó. Ég er bara að gera mat fyrir Ólifi núna, Brynjar fór að sækja sér mat. En ég ætla að svara nokkrum meðgöngu spurningum fyrir ykkur sem þið vildi vita. Hvað ertu komin langt? Ég er að ruglast eiginlega alltaf, en ég er að double checka af þetta. Já, ég er að verða 25 vikur. Bumban lítur svona út. Og mér líður sko eins og alltaf þegar ég gef ykkur bumbu-update. Þegar ég horfi síðan á það, kannski 2 vikur seinna, þá er ég bara ok, það er engin bumba. En núna er ég actually komin með bumbu. Þú veist, þetta er bumba. Mér finnst ég líka bara svona að finna fyrir henni stækka. Hún er bara, allt í einu er hún bara gett fyrir mér. Þú veist, ég veit hún er ekki eitthvað reisastór, en ég finn svo fyrir því að ég sé komin með alveg óléttu bumbu. Sorry að það eru lætið, það eru stubbarnir í gangi, ég nenni ekki að lækka. Svo voru nokkru sem báðu bara hvort ég geti gert svona fæðingavlogg og mér langar ógeðslega að reyna að gera fæðingavlogg. Fyrir náttúrulega bara eftir hvernig bara það gerist og verður. Mér finnst mjög líklegt að ég geri TikTok. Ég held að það sé auðveldara að svona halda utan um allt með símanum eða svona, já, TikTok heldur en YouTube. En ég ætla að sjá til. Fyrir hvernig þessi meðgangur er búin að ganga og hvort það sé einhver munur frá þessari og Ólivers. Mér líður bara svo vel. Öll einkenni sem ég er með eru bara frekar lítil og ef ég fæ einhver svona einkenni sem eru óþægileg þá öndast þau yfirleitt ekki lengi. Það sem er svona hrjá mig mest núna er örugglega þessi stingir þegar ég labba, en þú veist, ekkert eitthvað sem er að stoppa mig í neinu. Óliða meðganga gekk rosa vel og þótt að mér, sko málið er, manni líður kannski ekkert eitthvað 100%, en það er ekki eitthvað sem ég get eitthvað mikið verið að kvarta samt yfir með að við hvað margir aðrir eru að gangi í gegnum. En þessi stingir byrja að koma svipum tíma hjá Óliver og hjá honum byrjaði ég að fá, ég veit ekki hvort, ég byrjaði að fá eitthvað svona aðeins í grindina í lokin. Þannig kemur í ljós hvort að það gerist aftur. Annars bara mér búið að líða ógeðslega vel og ógeðslega lítil einkenni og líka með Óliver. Ég átti ógeðslega góðar meðgöngu með hann. Hvernig komstu að því að þú væri ólétt? Við vorum alveg að plana þetta
Og ég held að þetta hafi tekið hætti á vörn, held ég, í byrjun október og ég var komið jákvætt próf í lok nóvember, minnum mig. Þannig að þetta tók ekki langa tíma. Ég var alveg búin að taka einhver próf þessa viku og síðan tók ég bara próf þegar ég var nokkra dögum sein og þá fekk ég bara jákvætt. Og viðbrögð mín voru geðveikt lítil, ég var bara eitthvað, ok. Ég náttúrulega bara bjóst við þessu, eða skilur, ég átti alveg von á þessu því við vorum að reyna. En mér langaði sérst svo að vera samferðasystem minni. Við vorum svona ekki samferða seinast, en það eru 6 mánuðir á milli hennar stráks og mín stráks. Og það er ógeðslega næs. Og núna býr hún á Íslandi, hún bjó í Bandaríkjunum þá, sko. Núna býr hún bara eiginlega hliðin á mér. Þannig hugsaði bara, við erum í fæðingarorlofi saman með bara jafngömul börn, það er eitthvað svo næs. Þannig að ég planaði þetta svolítið út frá því að hún varð ólétt, þá ákvað ég að verða ólétt. Svo bara, já, eru þið mikið að biðja fæðingarsögu og hvernig bara búið að ganga og svona. Ég mun gera fæðingarsögu og þá mun ég kannski fara líka meira yfir bara meðgöngunni í heildina. En þetta er svona helstu spurningarnar. Ætli ég endi þetta vlogg ekki bara hér? Ég er búin að vera svolítið svona strikið að taka upp helgavlogg. Eru það að fíla það eða? Ég segi bara takk fyrir að horfa. Þið eru búin að vera svolítið dugleg að bara svona like og kommenta og subscribe. Það er mjög gaman. Þannig að takk fyrir stuðninginn og við sjáumst bara í næsta vídeói.